Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Og verið velkomin í guðsþjónustu hér í Lindakirkju. Og það svo dásamlegt að byrja á þessu lagi sem passar svo vel við þema hér í kvöld, þakklæti, þökk og fá þennan kröftuga söng frá kórnum okkar sem hefur staðið í ströngu síðustu dagana því að hér í Lindakirkju hefur mikil gleði í síðustu viku því að hér voru haldnir kirkjudagar þar sem streymdi hér að fólk þrátt fyrir leiðinda veður og gula viðvaranir en það var bros á vör og hlýtt í hjarta og okkar kór stóð sig framúrskarandi og æðislegur, skara fram úr, allstara sem hann kemur. Takk fyrir það. Og nú njótum við þess í kvöld að hlusta á hann en ég má til með að segja ykkur það líka að það hafa sannarlega verið skipst á bæði gleði og sorgir í kirkjunni eins og þetta hús nú kallað til að þjóna því að hér í dag, sjáu hérna eru logandi kerti, hér í dag var minningarstund hana Bryndísi Klöru sem lést eftir stunguárás eftir menningarnótt síðastliðinn laugardag. Hér var fullt hús af skólafélögum og foreldrum þeirra og aðstandendum sem kveiktu hér á kerti, bæði til minningar hana, en líka til þess að biðja Guð að senda ljós í erfiðar aðstæður, senda ljós til fjölskyldunar og okkur gefst færi á að kveikja hér líka á kertum hér á eftir þegar að bænastundin fer fram. En við skulum njóta þessara stundar, skulum taka þátt í bænum, syngja með og eiga hér góða stund. Sem við byrjum á því með því að ég má nú til með að segja ykkur líka það, að svona fyrir mann sem nú vanur bara þessu klassíska helgi, ég ætla að afsaka mig fyrirfram að ef ég ger einhverja vitleysu að þá þetta bara svona fyrsta messa minn í svona miklu stuði en ég búinn að æfa mig því að maður nýtur góðs að hér öllum messum streymt og geymdar á internetinu og ég horfði á 26 messur í síðustu viku þannig ég held ekki að vera að koma með þetta en þið fyrirgefa að vera eitthvað mist prestinum verður á í messunni en við skulum hefja þessa stund með því að merkja okkur krossins tákni og segjum og gerum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda Amen og biðjum saman Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð yðri synda minna trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Þegar þyrmir yfir huga minn, ég Jesú leita má, mér hann býður út faminn sinn og friðinn finn ég þá. Enginn vinur mér traustari í dagsins ólgusjó, hann mitt lífs
Þá ætlum við að biðja saman miskunnabænina og ég segi: Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun í himnum. Gjörðu þið svo vel. Já, allir textar dagsins, kvöldsins, fjallum þakklæti með einum eða öðrum hætti og maður finnur það svo sterkt, hvort sem að það í gleði, já, eða jafnvel á mestu sorgarstundum, hvað þakklætið góð tilfinning í öllum aðstæðum. Þakklæti fyrir góðar minningar, þakklæti fyrir góðar stundir, já, þakklæti fyrir það sem að dýrmætast Og í fyrri krónikubók að þá segir: Þá lofaði Davíð Drottinn frammi fyrir öllum söfnuðinum og sagði: Lofaður sért þú Drottinn, Guð föður vors, frá eilífð til eilífðar. Þín tignin, mátturinn, dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt þitt á himni og jörðu. Drottinn, þitt konungdæmið og þú ert hafinn yfir allt. Við lofum þitt dýrlega nafn. En hver ég og hver líður minn að við vorum færir að gefa slíkar gjafir? Því allt frá þér og við höfum fært þér það sem við höfum þegið úr hendi þinni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þakkargjörð. Og svo í öðru Þessalóníkubréfi segir: En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur, bræður og systur sem Drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið yrðu frumgróði til hjálpræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikann. Til þess kallaði hann ykkur og lét mig boða ykkur fagnaðarboðskapinn að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýrð Drottins vors Jesú Krists. Þannig hljóðar hið heilaga orð: Dýrð sé þér Drottinn. Sem í mér
skulum við rísa úr sætum og við skulum hlýða á heilagt Guðspjall sem er þekkta sagan það, bara svo ég segi ykkur sögun aðeins áður en ég lesa hana fyrir ykkur. En þetta þegar að 10 holdsveikir menn fengu lækningu hjá Jesú. En til að segja ykkur líka pönslanið í sögunni þá var bara einn sem að þakkaði fyrir sig. Takið eftir þessu, en þar segir svo: Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu. Og hann kom inn í þorp nokkurt, mætti honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: Farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu á stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra snera aftur en hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann féll fram að fótum Jesú og þakkaði honum, en hann var samverji. Jesús sagði: Urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur? Og síðan mælti Jesú við hann: Stattu upp og far leiðar þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Og nú skulum við standa áfram og játa saman hina heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Nú með fóku sæti. Allt í góðu. Mér langar aðeins að áður syngja næsta lag að segja frá aðeins þessum kirkjudögum sem voru í vikunni, bara aðalega frá föstudeginu. Þið sjáu þessar bláu borða sem að hanga hérna, sumir eru velta fyrir sig hvað þetta er. Þetta er ekki rusl, þetta er sálmar sem er búið að klippa úr gömlum sálmabókum og krakkar sem að máluðu þetta og svona fallega. Og þetta var hengt hérna upp í tilefni þess á föstudagskvöldina. Föstudaginn frá klukkan 9:30 til 9:30 var sálmafoss. Þetta er svona áverð eins og foss, þið föttuðu það ekki. Og þá var haldin hérna sálmamarathon, hérna komu, ég veit ekki, 20 kórar, eða hátt í það, 18 held ég, og þeir sungu korter hver kór, 6-7 sálma, og við sungum einmitt nokkra af okkar sálmum sem Gummi Kalli hefur þýtt, samið, og hérna þið getið hort á þetta allt saman ef þið mistið af þessu. Þetta er allt á alnetinu, þið getið farið bara á kirkjudaga.is og þar finnið þetta mjög auðveldlega. Þetta var á föstudaginn og þið getið spólað inn í þetta fram og tilbaka ef þið viljið finna okkur. Þá vorum við í kringum 7:30 á föstudagskvöldinu. En við ætlum að taka einn af sálmánum núna sem við sungum einmitt á föstudagskvöldi. Og þetta er einn af okkar uppáhalds eftir hann Gumma Kalla, Svo trú. Smárið
það var einu sinni prestur sem var fenginn til þess að leysa af út á landi og þetta var tíma fyrir tíma snjallsímana og Google Maps og það allt saman og hann rataði nú lítið þarna í bænum en varð að komast í skyndi niður á pósthús. Það var að fara að loka og hann varð að ná í þessa sendingu. Þannig að hann labbaði þarna út í kirkjunni og sá þarna 10 ára gamla strák fyrir utan og sagði: "Herri strákur, hvar er pósthúsið hérna í bænum?" Og strákurinn sagði: "Ja, þú labba bara hérna niður götuna og svo 3. gatnamótunum og þá labbar til hægri og svo labbar." "Æ, ég skal bara labba með því", sagði strákurinn og svo löbbuðu þeir saman niður á pósthús og náðu í tæka tíð og presturinn ekki lítið þakklátur og sagði við strákinn, svona eins og sumir prestar eru, ekki hérna samt: "Mikið óboðslega þakka ég nú vel fyrir drengur minn, fyrir leiðsögnina og í þakklæti skyni, en þá myndi ég vilja fá vísa þér annan veg. Komdu í kirkjuna klukkan 6 í dag og þar ætla ég að tala það hvernig við komumst til Guðs." Og strákurinn var ekkert sérstaklega áhugasamur þessa samkomu og sagði: "Nei, prestur, ég held ég komi ekki, sko, þú rataði nú ekki einu sinni á pósthús, hvað var lengra?" Það nefnilega starfið þessi og hvernig finnum við Guð, sko, það náttúrulega alltaf mikilvægt í lífinu að njóta leiðsagnar. Það fann svo presturinn sannarlega þarna til að komast í pósthúsið, en það hafa líka allir fundið hvað gott að eiga leiðsögn, þetta traustan áttarvita og leiðarljós sem að hefur reynst kynslóð fyrir kynslóð svo mikill styrkur á lífsins göngunni. Og ég segi það, og það kannski hljómar klisjulega að prestur segir það, en það bara staðreynd að það eru margir sem hafa fundið þessa leiðsögn í þessari góðu bók. Og við sjáum það nefnilega aftur og aftur og aftur að hvert einasta smá atriði sem stendur hér, að það alltaf verið að kenna okkur eitthvað. Við gætum, þegar við heyrum Guðspjalli í dag, þá gætum maður að segja: "Vá, rosalega gat Jesú mikið, hann læknaði þarna 10 holdsveika menn", og holdsveiki var ekkert grín og maður tengdi þetta fyrst þegar COVID kom. Þessi menn voru þurftu að vera í einangrun, þeir máttu bara hitta hvern annan og engan annan. Og þetta var ekkert bara einhverja 2 vikur eða eitthvað svoleiðis, þetta voru bara mánaðs langur tími og ef þeir náðu þá læknaðist fyrir andlátið. Hræðilegt að vera í þessari einangrun. En það ekki það sem þetta Guðspjall að kenna okkur, heldur að beina athyglinni að þessum nýju sem ekki komu og þökkuðu einu sinni fyrir þá lækningu og lífsbjörg sem að Jesús hafði gefið þeim. Þakklætið. Hann að minna á þakklætið. Þessa dýrmætu tilfinningu, þetta atriði sem að sálfræðingar hafa hann svo löngu seinna, bara á síðustu 30 árum, verið að sjá að það einn af aðalatriðum, aðalforsendum í því að vera hamingjusamur. Þeir sem að tileinka sér þakklæti. Við erum nefnilega svo oft að horfa á það hvað okkur vantar. Heimurinn kennir það, markaðsöflin, þetta þurfum við, þetta þarftu, þú verður eignast þetta til að vera maður með mönnum og svo framvegis. Það var einu sinni í barnamessu sem að presturinn var að tala að það væri bara eitt sem við þyrftum og það væri að eiga þessa bók, Biblíuna. Og hann notaði þetta svona fyrir börnin, sagði: "Krakkar, vitið það", sótti svona Biblíuna og sagði: "Þessi bók hér, hún það dýrmætasta sem til Biblían, hún svo mikill fjársjóður, hún svo óendanlegur fjársjóður. Og vitið þið bara hvað, að ef þið eigið Biblíu heima hjá ykkur, þá þið alveg ofboðslega rík." Og svo hann hélt hann eitthvað áfram og svo kláraði sunnudagaskólinn og börnin fóru með þessa vitneskju út og heim til sín og svo voru þeir að maula feðgarnir. Strákurinn kom heim og pappan stekið á mótunum og voru að maula þarna hádegismatinn og strákurinn segir allt í einu: "Pabbi, eigum við til Biblíu?" Og pabbi svona áhugalaus: "Já, við eigum einhverstaðar gamla Biblíu hérna uppi í skáp. Hvað akkur spurðu?" "Heyrðu pabbi, við skulum selja hana."
Það nefnilega, það alltaf verið að kenna okkur að meta hlutina út frá því hvað þeir kosta í aurum og krónum, eða ekki aurum lengur, krónum. Að það sé það sem eftirsóknarverðast að það að vera ríkur og geta keypt helst allan heiminn. Á meðan við sjáum að það skorar ekkert á neinum hamingju í mælikvörðum, heldur fyrst og fremst ekki horfa á það sem mann vantar, heldur að horfa á það sem maður á. Því það nefnilega allt og ríkt í okkur líka að við tökum því sem svo sjálfsögðum hlut. Vera eins og þessi nýju, allt bara sjálfsagt sem maður hefur. Á meðan ekkert í raun og veru sjálfsagt, nema kannski bara stundin hér og nú. Við vitum ekkert hvað morgundagurinn ber í skauti og það svo ömurlegt. Það svo ömurlegt að upplifa það að enginn veit hvað átt hefur fyrir mistehur, en það því miður svo margir sem að upplifa það. Og mér finnst það skýrasta dæmið þegar að félagi minn hann var sykursjúkur og það kom drep í tánna og það varð að taka af honum stóru tána. Ekkert stór aðgerð þannig og í sjálfu sér eins og hann sagði fyrir aðgerðina, fyrst að þurfti að taka eitthvað af mér, þá var ágætt að byrja á þessum enda, en allavega að þá heyrði ég honum svo eftir þessa aðgerð og svo nokkur eftir þessi, jæja, Óskar, hvernig gekk nú aðgerðin? Aðgerðin gekk vel, en mikið óbáslega saknaði þess að vera ekki með stóra tá. Saknar þess, og nú held ég talið fyrir okkur öll, við einhvern tíðan spáð í stóru tánástinum að rétti maður að klippa á sér neglurnar? Nei, en hann sagði, ég alltaf alveg við það að detta fram fyrir mig. Og stóra táin, hún svo mikið atriðsist í því að halda jafnvægi. Og ég held nefnilega og veit að stóru tærnar, þær eru út allt og allstaðar. Þessi hlutir, þessi þættir í lífinu sem við sjáum ekki, tökum ekki einu sinni eftir, en eru samt sem áður svo ótrúlega dýrmætir. Og það sjáum við til dæmis bara í boðskapnum sem að Jesús kennir, boðskapur sem búinn að vera til í 2000 ár og þess vegna tekum honum líka oft svo sjálfsögðum að maður eigi bara fulla rétt, en þegar maður lítur á þann fjársjóð sem Biblían hefur að geyma, að þá það svo mikið fyrir að þakka að eiga þessa leiðsögn á lífsins-göngunni að fletta upp í Biblíunni og sjá til dæmis þennan boðskap sem við heyrum hér í dag með þakklætið, heyra boðskap það að dauðinn sé ekki endalok, heldur megu treysta því að það sé líf eftir þetta líf, að mega treysta því að við séum aldrei ein á ferð, aldrei í hverju skref og æfigöngun hann með, og svona gæti ég haldið lengi áfram. Við eigum að vera þakklátt fyrir stórt sem smátt, og það meira að segja til þakklætis æfingar sérstakar, og ein þannig sem og ég ætla bara að ljúka þessum orðum mínum á að segja að það hollt fyrir hverja fjölskyldu. Óskar, nú ég æra alla. Svona. Það hollt allri fjölskyldu að yrka þessar þakklætisæfingar, að setjast niður saman við kvöldverðarborðið til dæmis og hver og einn nefnir 1, 2, 3 atriði sem að þau hafa þakkað fyrir þennan daginn og hvers þau hlakka til næsta dags. Þetta skapar góða samræður, gefur góða gæðustund og beinir sjónum okkur að því sem að dýrmætast Já, dýri sé Guði, Föður sinn og heilögum anda, sem var í upphafi og verða mun aldir alda. Amen.
Dásamlegt. Og nú komið að bænastundinni. Og við höfum þann háttinn á eins og þekkjum að við biðjum hvert og eitt hljóði meðan að kórinn syngur. Og nú gefst okkur færi fyrir þá sem það vilja að tendra hér ljós á meðan kórinn syngur fyrir Bryndísi Klöru sem fermdist hér í kirkjunni fyrir 3 árum en lést af sárum sínum eftir voðaverkið á menninganótt og sendum þannig ljós til fjölskyldu hennar og biðjum Guð að blessa þau öll þau sem eigum sárt að binda. En nú skulum við biðja saman í Jesú nafni.
Kertaljósin loga svo og lifa svo inn í nóttina og mér langar til þess að biðja fyrir nokkrum bænarefnum og ég segi: Já, góði Guð, við þökkum þér að þú heyrir allar okkar bænir, ekkert er of smátt fyrir þínu heilaga augliti. Við biðjum þig fyrir fjölskyldu Bryndísar Klöru, biðjum þig að vera það styrkur, senda það ljós, veita þar huggun og uppörvun, já, öllum þeim. Biðjum þig að vaka yfir öllum þeim sem að sakna og syrgja og öll þau fá að heyra að þú ert upprisan og lífið. Já, Drottinn, við þökkum þér að þú ert alltaf með í hverju skrefi á ævigöngunni. Við biðjum þig að hjálpa okkur að muna eftir þínum gjöfum, öllu því sem við þiggjum úr þinni hendi, hvern nýjan dag, hverja nýja stund, fjölskyldu, vini, líf og heilsu. Með sérstökum hætti biðjum við þig fyrir nýjum biskupi Íslands, biðjum þig að vaka yfir henni í störfum hennar, biðjum þess að þau störf megi verða til þess að þitt orð styrkist og veiti næringu og fái útbreiðslu í íslensku samfélagi, þjóðinni allri til blessunar. En allar bænir okkar sameinum við í þeirri bæn sem Drottinn kenndi og við biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himni, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú bið ég ykkur að rísa á fætur og meðtaka hina drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og nú ætlum við að syngja. Mikið er það dásamlegt. Nú er komið að lokum í kvöld og sem nú eiginlega alveg ferlegt, það er svo skemmtilegt. Eigum við ekki bara taka þetta aftur? Nei, við verðum hér aftur næsta sunnudagskvöld klukkan 8 og við erum öll hjartanlega velkomin. Njótum stundarinnar aftur þá. Þetta er svo gott að koma og byrja vikuna nákvæmlega með þessum hætti. En svo ljúkum við þessari stund með því að syngja sálminn og vef mig vængjum þínum
sálminn sem alltaf sungin í Vatnaskóg hvert einasta kvöld í sumarbúðunum og sem svo falleg og góð kvöldbæn, en áður en að honum kemur að þá förum við með loka orðin, förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það.